En svo ég með róst líka. Það á gauknum og þá ætla ég að fá nokkar til að bara koma og hrauna yfir mig. Til að drulla yfir þig? Já. Það ekkert stressandi? Jú. Já, þau finnst það alveg stressandi? Já, ég meina að því ég þekki þetta lið, þetta mjög brútal lið. Það stærður þú bara heimtíð þá bara með þig? Sko, ég fæ að svara fyrir. Nú býttu okkur, fara aðeins með mér yfir þetta, hvernig virkar það? Kemur ykkur grínisti upp á svið? Já, sá sem grillaður, hann bara upp á svið. Situr bara upp á svið? Já, og svo það fólk bara, getur fólk fylgst með þegar ég bara engjast en svo fæ ég að standa upp. Eftir hvern þá, eða bara eftir röðin? Það bara alveg í lokin. En þú væntanlega ekkert hugmynd hvað ég ætla að spyrja, ykkur rammi? Sko, nei, ég sagði bara go wild, skilur. Bara go wild. Og í dag gesturinn Þórhallur. Blessaður. Hvernig var Ísland svona í gamla daga? Hvernig var Ísland? Það var allt svart-hvítt. Allt svart-hvítt, já. Það var upp á sjálf á TikTok en það sem að kveikja á litinum í sjónvarpinu. Já. Og það var eitthvað in Washington DC. Já. Turning on. Ég ekki það gamall alveg. Nei. Hello darkness my friend. Já, ég veit ekki hvað, það náttúrulega hefur alveg margt breyst. Þú náttúrulega varst ekki með net. Hvað var alltaf bara eitthvað 30 kall í bónus eða hvernig? Nei. Á þessum tíma voru auðrar. Nei, alveg? Nei. Tíminn er ekki eftir að 100 kallum var. Já, ég sé það. Erna Dís, þú engin dís, kvartar og kveinar eins og stungin grís. Þú engin hátíðaskinka, kannt ekki einu sinni að sminka. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. 'Cause I speak of the pompatus of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. 'Cause I'm right here, right
Vita núna allir hver Þórhallur er. Mér datt í hug að þurftist mínu upprifun. Are there any tourists here that do not know what the fuck is going on? Great. Yeah. Just stay. It's mostly in Icelandic, but there's gonna be some English too. Okay? Okay, þið tilbúin? Okay. Þórhallur útskýrir hvernig roast virkar áður í myndbandinu. Það sem ég klippti út hins vegar var að hann segir í viðtalinu, hann segir roast, eða þú veist, ég hef ákveðið að þýða sem að grilla eins og allir þýða roast yfir eins og hann sjálfur bara Jón Magnússon bara eitthvað, já, hvað það sem er að fara að gerast er það að hér munu grínistar gera grín að Þórhalli. Við munum segja allt það sem við segjum venjulegum Þórhall fyrir framan hann. Vil ég gefa gott klapp fyrir grínistar kvöldsins? Lovísa, Frikki, Bjarni, Mekki, Bjarni, Elva og Dan. Allir búin að fá sér sæti? Allir til? Ok. Ég vil heyra ykkur, áður en hann kemur á svið, má ég heyra ykkur öskra Fuck Þórhallur! Fuck Þórhallur! Fuck uppistandið! Fuck uppistandið! Fuck allt sem þú hefur gert! Fuck allt sem þú hefur gert! Fuck barnið þitt! Nei! Konans er þarna, ok? Það er hálsás. Lítur út fyrir að 5 feilast af batsi sér á æðinni. En það er rókislega sagt. Þið tilbúin að taka vel á móti Þórhalli með stóru búi? Þórhallur! Þetta bú hefur ekki með roast að gera. Ég bara er vinur hans og ég vildi hann láta liða heima. Svona er það venjulega. Þórhallur er að fagna núna í ár 20 ára uppistarafmæli. Já. Fyrstu 10 árin þá vann hann Fitnessmaður Íslands. Hann var með þætti á RÚV og FM 957. Hann var með þætti í sjónvarpi, hann var í kvikmyndum. Seinni 10 árin þá var hann búinn að vera fullur í miðbæ Reykjavíkur. Að vera með uppistönd fyrir túrista og Íslendinga sem hafa séð efni hans aðeins of oft. Eins og í öllum góðum róstum þá þarf hóp af flottum, skörpum grínustum. En Þórhallur þekktir ekki vinnu sína. Og ég meina þau eru líka fyllir. Þau eru öll saman uppistandarar, mjög duglegir uppistandarar. Að meðaltali þá semur hver uppistandari svona 2 nýja brandar á 5 árs fresti. Nei, þið getið treyst því af öllu ykkar hjarta að Þórhallur valdi þá bestu af þá bestu. Nákvæmlega. Fyrir utan Helga Steinar, hann sagði nei. Bjarni Törvar, hann sagði nei. Arnór sem að gera podcast með, hann sagði nei. Eyvindur, æskuvinur hans uppistandari, hann sagði nei. Pappan sagði nei. Ég veit cirka bát 70% af ykkur komið bara ekki að Latti. Hann er svona Latti, Latti lítur að koma, Latti er ekki bara að koma. Það þurfti að klippa táneglunar eða eitthvað, ég veit ekki hvað var. Andrew Sim
gat heldur ekki. En fyrir utan Helga Steina, Bjarna Töframann, Arnór, Eyvind, Ladda, Andrew Sim, þeir bestu af þeim bestu. Ég ætti ekki að segja neitt, ég var ekki fyrsta val, alls ekki, sem mjög skrítið vegna þess að líf Þórhalls snýst rosalega mikið um mig, undarlega mikið um mig. Hann stjórnar podcast með manni sem heitir Arnór sem nefndi á hann. Þetta er podcast sem enginn hlustar á, ekki neitt. Ef þú kíkir á viewcount á YouTube þá stendur bara, hvað heldur þú? Við vitum ekki eins og hvort þetta virkar, þetta er bara, þeir uploadu þessu. Það eru öryggismyndavélar, þar sem við taka þetta upp, þau geta alveg eins verið það eru fleiri að fara að sjá það heldur en þetta er podcast. Og af því enginn horfir á þetta, þá er þetta bara 2 fullorðnir menn sem hittast vikulega á bókasafni til þess að tala um mig. Mjög skrítið. En við, sem sagt, ég hef þekkt Þórhall núna í það bil 10 ár, eitthvað svoleiðis. Get ekkert gert í því. Ég hef reynt það. En við bjuggum saman á tímapunkti og þá fekk ég að vita hversu mikið piece of shit hann er. Alveg versti maður í heimi. Við alla, kalla, konur, börn, alla, sérstaklega konur. Hann fekk reglulega kvenmannsheimsóknir sem endust ekki lengi. Ég man einu sinni þá var ég og vinir mínir við sátum í stofinu og vorum að horfa á thriller. High action, fast paced thriller. Og það byrjaði sena að sem var að vera yfirherra gauð, það voru svona að leita rafmorðingja og löggan hún var yfirherra gauð sem gæti hugsað að vera rafmorðinginn. Og þegar sena byrjar þá bankar á hurðina og það labbar stelpa inn og Þórhall tekur á móti henni. Svo líður smá tími og stelpan labbar aftur út og löggan er ennþá yfirherra, sjöhamma manni. Og það er vegna þess að ef það er eitthvað sem Þórhallur elskar þá er það að fullnægja konum ekki í rúminu og þá bara tótt. Það er ekki satt, þú sagði þennan. Ég veit ekki hvað. Þú líka og ég get sagði það. Það er kannski fyrir því bestu að hann vilji bara tótt. Einu sinni þá bjuggum við saman og hann kom upp á mér með síma sinn og sýndi Tinderið sitt og sagði ég matchaði stelpu og ég eitthvað frábært og hann eitthvað hún ekki sæt og ég sagði hún matchaði þig og þú getur ekki að starfa hana sjálfur. Hún er mennsk, skilurðu, 10 tær, 10 fætur, 10 tennur og hann eitthvað ég ætla að sofa í þessari kvöld og ég eitthvað ok, geðveikt maður. Svo liði tíminn og setjum daginn þá hittum við svo aftur og hann eitthvað, það eru slæma fréttir og ég eitthvað hvað? Og hann eitthvað, ég sýndi vinkonu minni mynd af gælunni og hún veit hver það er og hún stundar það, hún er með herpes og hún stundar það að sofa hjá gaurum án þess að segja hann frá þegar hún er með herpesútbrot og ég sagði þannig að þú ert ekki að sofa hjá henni og hann sagði þannig að þú ert einn af þeim, fuck. Ég sagði, Þórhallur, þú ert ekki að fara að sofa hjá þessari stelpu, það er stórhættulegt og hann eitthvað, ok. Svo líður aðrir 3 tímar eða eitthvað og ég stend heima og er að gera mér kvöldmat. Allt í einu opnast útihurðin á íbúðinni. Sé ég ekki herpestelpuna að labba inn. Og Þórhall labba eftir henni með svona svip og svona, hvað get ég gert? Sem þess að áður hugsið, þú veist, greið Þórhallur, hann gerði alveg það sama. Hann var með gillina í 12 ár, sagði ekki einasti stelpu. Og þegar eitthvað, af hverju ætti hann að segja að hann var með gillina? Af því að hann lét að rimma sig svo djúpt í raskatið og sagði hann aldrei neitt. Eru tilbúin fyrir fyrsta ráðstara kvöldsins? Hún heitir Lofi og á síðustu nokkrum árum eða svo hefur hún misst svo mikið potential í lífinu. Þegar ég kynntist henni, þá var hún gift, hún átti bjarta framtíð í kvikmyndagerð, svo hitt hún Þórhall. Þá
Þannig að hún fór frá því að stjórna horrorfestivali yfir að lifa það. Gefið gott klapp, Lofi! Takk, Toni. Jesus. Það ekki að segja þetta sé ekki satt. En, já. Sko, ég ekki að segja að Toni sé date rapist. Ég að segja hann lítur út eins og date rapist. Og ég meina maður á ekki að dæma bók af kápunni. En ég meina stundum held ég alltaf að dæma bók af kápunni. Ég meina þú veist, ég veit ekki neitt sem eitthvað lappar inn í bókabúð og séð heldur skelltur og eitthvað, rómantísk ástarsaga. Nei, hún hugsaði, þessi bók að fara að nauðga mér. Ótengt, Birgir Toni, ég veit ekki hvað þú Við erum með, já, einmitt, bestu sem voru lausir í henni kvöld. Hann var kallaður þetta. Núna köllum hann Friðrik. Friðrik hefur átt svo erfiða ævi að það ótrúlegt að hann hefur ekki framið fjöldamorð. Það ennþá séns. Ég meina, einelti, misnotkun, áfengisvandamál, ógreindir geðsjúkdómar, pissasennil í rúmið. Ég reyndar að tala Jeff Dahmer en ég meina sama getur. Friðrik tala mikið að vera misskilinn. Þú veist, fólk að dæma hann svo mikið af því hvað hann segir á sviði og það ekki manneskjan sem hann Og ég alveg sammála, það ekki manneskjan sem hann miklu verri. Við erum með Mekkin, ég ætla að svissa þessi yfir í ensku fyrir Mekkin. Gosh, learn Icelandic, people. Mekkin is like my big sister. She's always looking out for me, and she's warning me about creeps that are trying to have sex with me and stuff. But she's more like a big sister in a porn video. Because she's not related to me. She's younger than me. And when she does drugs, she tries to fuck me. But we are quite similar, Mekkin and I. We are quite similar, but let's be honest. Like, I only get booked if Mekkin opts out of the gigs. I mean, she's funnier. And she only gets fucked when I don't respond to her DMs, so. Yeah, then we have Bjarni here. Bjarni. Við erum að svissa aftur í íslensku. Vá, þetta erfið en ég bjóstu. Já, Bjarni vinnur með börnum. Ég ekki með brandara. Ég bara að benda á þeim, ég stuði eitthvað skrítið. Eitthvað. Nei. Bjarni nefnilega mjög tilfinningaríkur. Sem falleg leið fyrir mig til að segja hann vælandi tík. Við erum með Elfu hérna, þú lítur ógeðslega vel út, fallega Elfa mín. Ég var með henni í Færeyjum fyrir viku síðan. Ég ennþá með suð í eyrunum. Elfa, þú talar ógeðslega mikið. Elfa alltaf að segja mér að hún á erfitt með að deyta, hún er svona gaurar, þú veist, þeir segja að þeir vilja konur með húmor, en það vil ekki konur sem eru fyndnar, það vilja konur sem að hlæja á bröndurum þeirra. Og það er ástæðan, ok. Það er ástæðan, Elfa, já. Elfa, þegar ég var að byrja í uppistandssinni þá var ég svona að leita svolítið til hennar Elfu og hérna hún er svo mikið reynslubolti og fyrirmynd og vá, er þetta róst eða er ég bara að tala hvað Elfa er frábær? Nei, engar á mér, þetta verður verra. Nei, ég var að leita til hennar og ég var að spyrja hennar svona, herri, hvað gerir þú með það? Þú veist, það er svona mikið af svona óþægilegum gaurum, eitthvað svona óviðandi að krípast eitthvað og svona, hvernig höndlar þú þetta? Og hún sagði, já. Ég lendi ekki í þessum vandamálum af því að ég er eldri og þið bera virðingu fyrir mér. Ok.
Við erum með Dan Sarin is here. And anyway, Þórhall, no. No, I'll do one. Dan is like kind of a jack of all trades. He does comedy, he does photography, he plays instruments, he sings, he acts. Wouldn't it be great if he would be good at one of those things? Just a thought. Focus on one thing. Master it. En við erum öll hérna út af þessum manni stundarinnar, Þórhallur, ég er frekar ný í uppistandi, ég hef ekki verið að gera þetta lengi og þegar ég byrjaði í senu þá auðvitað var ég búin að heyra af Þórhalli áður í stöndum saman stefnumótaforrit. Nei. Þetta alltaf, Þórhallur var alveg óvinsæll fyrir MeToo líka. Þórhallur alltaf eitthvað svona, af hverju ég ekki komið lengra í ferlinum? Vertu heppinn! Öllum bara alveg sama á MeToo-an. Þórhallur, já, mikið af óviðandi myndum. Þórhallur kannski að hugsa þetta. En þetta eru samt bara selfies. En einhvern veginn það óþægilegra en hitt, sko. Ég fekk einu sinni þegar ég var nýbyrjuð sen, ég var nýbúin að kynnast Þórhalli, nýorðið vinur á Facebook og eitthvað og var jól og ég fæst að senda skilaboð frá honum á Facebook sem stendur, einhver börn nálægt og svo myndband og ég bara, okkur þetta tíminn? Ég bara, ok, horfum á þetta. Nei, hann var í jólasveinabúning og óska krökkunum gleðilegri jóla. Sem var miklu meira creepy. Sendu bara rúkmyndbandi, Þórhallur, gas. Þórhallur mistu endunum. Spoiler, jeez. Þórhallur lítur út eins og hann hefði átt að vera með Down syndrom en svo greip hann bara nokkra litninga á leiðinni út. En það allt í lagi, það ekki ólöglegt að googla adult toddler porn. En það sem þið finnið bara myndband af Þórhalli að veifa tippinu sér hringi. En að öllu grínislegt þá vil ég samt bara enda að segja til hamingju með 20 ára uppistandsamali Þórhallur. Þetta er ógeðslega flott sér það sem þú ert að gera og ég hef fengið það forréttindi að fylgjast með honum og fara on the road með honum og fylgst með honum og ég hef lært svo mikið á honum og hann bara magnaður og mér þykir ógeðslega vænt þig. Og ég bara þakka fyrir mig. Við höldum þessu áfram. Ég vil að þið leggið næsta grínist á minnið vegna þess eftir max 10 ár þá barneigendur að spyrja mamma, pabbi af hverju þessu útigangsmaður að starfa þig. Og þá verður þú að geta útskýrt 2 hluti, hann í geðrofi og hann heitir Frikki! Þakkaði fyrir Neil Breen. Ég þekki Tona ekki neitt og var hann valinn eftir að uppistandari datt út, en ég skal reyna mitt besta. Toni lítur út eins og hann sé hræddur við svefn. Toni lítur út eins og hann hafi tattúað á sig glóðraugu. Hringin í kringum augun á Tona eru svo dökk að þetta á mörkunum að vera blackface.
Tony lítur út eins og hann hafi verið valinn sem áróðursauglýsing til krakka að nota ekki eiturlyf. Samt fyrsta skipti sem ég sá Tona var hann upp á sviði að drulliði mig og tala hvað ég verið ófyndinn. Það mikið í tísku að fá sér bleached asshole. Tony, þú ættir að gera slíkt í kringum augu þín svo þú getur verið að bleached asshole. Ég bý með Lovísu en hún að selja og ég vill ekki flytja, svo ég set alltaf alla títrar hennar á rúmið þegar einhver að koma að skoða. Ég stafa hjálp. Lovísa tekur upp öll setti sín og síðan þegar hún spilar þau, þá heyrast hvalahljóð. Lovísa talar oft upp á sviði hvað enginn vill ríða henni, en eftir að hafa verið besti vinur hennar í 2 ár og tekið eftir í hvað margir og óviðandi og ógeðslegir gagnvart henni, þá hellingur af fólki sem vill ríða henni. Hún bara alltaf of fullt til þess að muna eftir því. Að besti vinur þinn sé stelpa engin dans á rósum, sérstaklega þegar hún talar hve margir að káfa henni eða biðja klósettott. En svo átti ég samtal við besta vin Þórhalls og nú erum við sammála að hún bara mannorðskemmandi lygahóra. Bjarni Gautur, uppteknasti maðurinn sem alltaf sár þegar hann fær ekki að vera með. Velkomin í róstið. Ég vona þú sért með þína eigin brandara í þetta skiptið og hafir ekki verið of upptekinn af því að finna brandara á netinu til að skrifa þína eigin. Only Hugh can prevent florist fries. Hefðu mátt meta betur en þú væri frumlegur. Hér eru skilaboð á milli mín og Bjarna Gaut. Bjarni, ég að treyta barnaklám on the dark web. Ég, oi, gaur, af hverju? Bjarni, til að vera eins og hetja mín, Bill Clinton. Oi, Bjarni, ertu demokrati? Ásamt því að vera grínisti þá Bjarni líka rappari sem make sense, það ekkert voða margir vinsalir hvítir rapparar og Bjarni ekki einn af þeim. Ég mæli eindregið með að tjekka lögunum hans ef þið fílið pólitískar hlutan á 4chan. Lögunum hans Bjarna hefur verið lýst sem of löng. Bjarni, mér finnst lögin þín of löng. En ég dáist að Bjarna því að þú veist ekki í hverju þú mynd feila nema þú pröfir það allt. Og núna fyrir við aðeins yfir á ensku. Mackin, the Amy Schumer of Iceland. Not really a joke here, I just know she hates the comparison. Mackin has had a sex with a lot of the comedians, and we call a person that sleeps with comedians a chuckle fucker, or a gag slag. But when Mackin was fucking all of us, we were just open micers. So I was an open micer, you were an open mic whore. Mackin says she's out there every 9 months creating war crimes, or as she also likes to call it, fucking a Muslim. She recently turned down the advances of a 21-year-old boy because she says she doesn't date comedians. I've met this boy before, and more accurately, she doesn't date potential school shooters. But oh, how the tables got turned on her when he informed her that he was in fact joking, as she's not his type. And Mackin, quite upset I imagine, asked him what his type was. Turns out, after quickly looking around, it's anyone but her. That's right, Mackin, not even a future spree killer wants to date you. And they want to get everyone. If that term is too triggering, think of it as fixer of the carbon footprint. Við Elva vorum einu sinni í sambandi
og ég veit hvað þið hugsið. Vá, gat hún ekki gert betur en þetta? Og nei, hún gat það ekki. Hún er öryrki og þetta er bara ósanngirni sem öryrkjum er úthlutað. Í 2020 þá var Elva svolítið eins og Barbie-dúkka gerð af markashópi karlmanna in the 90s. Svona út af hann með auka hluti sem pössuðu við hana. Hún var öryrki með fatlaðan hund og þroskaskertan kærasta. Ég hef séð brjóstin á Elvu. Muy næsó. Elva er með 2 brjóst og Elva er með brjóstkassa. Einhvers konar talva sem er tengt upp í heilunum á henni. Karlmenn hugsa með tippinu, Elva hugsa með brjóstunum. Elva er að meika það með mjög síútselta sýningu í Tjarnarbíó eftir því að hafa verið meira en 10 ár í uppistand til að ná vinsælla. Hverjum með þið dott í hug? Þurfti bara að fjarlæga þennan hópa fólki. Back to English. Dan Sharon has told me that when I started in comedy, he and the other people would call me Smoke Break because they would leave the room when I went on stage. Now I need to tell you, Dan, after 7 years of you doing this, we refer to you as not a real comedian. Yes, boo, Dan, boo! Dan Sharon came out as bisexual in 2019 and mentions it a lot on stage or in Facebook posts. Dan Sharon is bisexual in the same way emo boys were bisexual in 2005. As long as they didn't have to do no gay stuff. Dan Sharon said that nothing was off limits, but the Tourette jokes were getting old and he's tired of hearing them. That's how we felt for at least 5 years. Dan Sharon recently did a show about dealing with depression and 10 people killed themselves. Og núna að manni klukkutímans, teygjanlegt törn. Það vita já, ég ætla ekki að gera það. Okay. Þórhallur talar oft upp á sviðum að hann sem er lítið tippi og í samtölum og þegar hann hugsar upphátt. Hann talar svo mikið það því að hann er að reyna að sannfæra sjálfan sig að hann sé með tippi. Ég hef heyrt lýsingar hversu lítið það er. Þórhallur, væri ekki bara betra fyrir þig og sjálfströstið þig að þú myndir bara endurmynda þig sem Þórhallur, manneskjan með smá stóra snípinn. Þórhallur er svo ljótur að hann þurfti að eignast barn til að fatta það. Vinkona mín segir barnið hans er geggjað sætt. Já, en áhorfendurnir vita það ekki. Þórhallur er búinn að vera í uppistandi leikurinn við Ísland og þeir eru mikið frægar en hann. Er möguleiki að Þórhallur væri vinsællari ef hann væri ekki svona ógeðsleg manneskja? Ég meina ekki útlitslega þó að vísu það er ekki að hjálpa honum. Þetta er orðið of mín. Jæja. Þórhallur, gerir þið grein fyrir því að við erum einum frægum pappa frá því að hafa ferilinn þinn? Og Lovísa, þú ert einum pappa frá því að hætta þessu nýta kvikmyndaskólamenntuna þína og eiga feril. Þórhallur, svo vilja þau maður segja eitthvað næs í endan, en það getur fokkað sér, hugsaðu bara brandarann sem særði þig minnst, þá er ég að vera næs. Takk fyrir mig. Fyrir ykkur á nóti, þá er þetta það sem gerist og segir við uppistandara að þú hefur 7 mínútur. Það var mjög gott. Eins og ég nefndi áðan. Hey. I don't know if you noticed this, but we're kind of doing a show. Thank you.
Eins og ég nefndi áðan, þá var ég ekki fyrstur í röðinni til þess að vera kynnir. Ég kom inn frekar seint. Þannig að Þórhallur hafði pínu áhyggjur af því að ég væri með eitthvað efni. Þannig að hann lét mig hafa nokkra brandara sem ég geti sagt ef ég næði ekki að semja eitthvað. Vil ég heyra það sem hann gaf mér? Þórhallur Þórhallsson, bara Þórhallur nóg, sko. Þórhallur Þórhallsson vann fyndnasti maður Íslands 2007. Hann hefði unnið 2008, hefði mátt það. Hrunið var ekki það versta sem gerðist fyrir Ísland 2008. Ok. Þórhallur Þórhallsson hefur sofið hjá yfir 200 konum og elskar hunda. Einu hundurinn sem hann hatar er Cockblocker Spaniel. Þórhallur elskar að fá tóttinn á klósti eftir yfirstand. Hann kallar að standa upp á standpína, Þórhallur. Þú ert kona. Nei, allt bara frá að tala, þetta er alltaf góð, við erum ekki byggðið neinu. Ok, síðasti brandarinn. Gaukurinn er með kynjalaus salerni. Öll salerni eru kynjalaus eða Þórhallur er það því hann er alltaf með kvenkyns munn utan karlkyns teipið sitt. Þórhallur? Næsti grínisti. Ég þekki hann ekki. Ég veit ekkert hana, hef aldrei heitt hana. Þannig ég sendi Þórhallur SMS og spurði hvað á ég að segja Mekki. Og hann svaraði, hver Mekki? Give a gott clap, Mekki! Thank you so much for having me this evening. It's so nice to be on stage with 4 of the worst decisions I've ever made. And 2 of the ones I haven't yet. Hey, baby. This is Lovisa. You met her. Judging by her bangs, she's going through some sort of personal crisis. And judging from her face, she's right too. Lovisa told her ex-husband she wanted to explore her daddy kink, so he left and he never came back. I'm not saying Lovisa's dad didn't love her, I'm just saying, have you ever looked at someone and went, it'd make a lot of sense, it'd explain a lot of things, but we'll never know because he's dead. I'm really glad that Lovisa had her comedy career during her divorce, you know, because when someone leaves you, it's nice to know you have something that's not going anywhere. Speaking of women in comedy, Alva, you decrepit hag. You look so old! What do you exfoliate with? The sands of time? Hi, Fricke. You sweaty cave troll. Friedrich is so pale and doughy, I want to binge eat him while I cry in a hockey parking lot. It's nice to see you dressed up for the evening. Normally you dress like you want to be a weird uncle instead of a terrible father. I do have one question though, Fricke. What's it like having an IQ that's lower than your life expectancy? This is Dan.
You may recognize him if you've ever pretended not to have any change on you. Dan says he's a feminist, but that's just because he lacks the upper body strength to effectively silence women. And Bjarne, this is Bjarne, but you might recognize him better as the strongest possible argument for eugenics. Bjarne, you creepy motherfucker. You look like you've been inside more unconscious women than a heart surgeon. You need to start taking better care of yourself. I'm worried about you. I'm worried that you'll die young and then I'll have to lie to people and say you had so much potential. And then there's Þórhallur. Oh, Þórhallur, you sentient thumb. You look like you've Googled average dick size so often Google just tells you to kill yourself already. You look like that kid all our moms told us we had to be nice to. Like they made you an honorary firefighter before anyone realized you weren't special needs. I'm so glad you have a girlfriend. I'm so glad you found a girl less shallow than your gene pool. Oh, all right, we're ending on that note. Too far. Got it. Okay. All right. All the rest of the shit, the date rapist shit was fine. All right, I see where the line is drawn. All right. That's gonna be it from me. I was gonna do some Tony jokes, but there's like nothing I just couldn't remember anything about him. He's more forgettable than a nurse in a dementia ward. All right, thank you guys so much. Have a wonderful evening. Við höldum þess áfram. Næsti róster, hann gerði heimildamynd Vanilla Ice. Þannig hann vanur að fjalla hairspin sem öllum drullu saman í dag. Give a gott klapp, Bjarne! Oh my god. Oh. Okay, okay. Oh my god. Fredrik Valur is here, for some reason. I don't mean at this roast, I mean alive. I'm shocked because Fredrik did enough drugs to kill a small elephant. Speaking of the elephant in the room, hi Lovisa. Fredrik og Lovisa líti út fyrir að vera með hvort annað í liðveislu. Lovisa has body dysmorphia and thinks she will never look pretty, but she will one day when somebody else plays her. On an episode of Unsolved Mysteries. She was last seen with comedian Helgi Steinar. Every time I see Lovisa and Þórhallur together, I feel like a black woman watching a horror movie. Girl, get out of there! He is not your friend! Tony is here. He is a comedian and filmmaker. He's also friends with Þórhallur. Tony is the kind of guy who says Kanye is his favorite artist and then be shocked when he learns he makes music.
Some women only make it in show business because they are hot. With Elva, you know it's all talent. Dan Søren is here. Dan helped me crush a lot of racist stereotypes I had on Jews. Before I met Dan, I thought you were all funny. Now, I'm not going to say the Holocaust was justified. But if even one Jew in Germany was like Dan, I totally get it. I'm trying to get cancelled. Okay. Dan says he looks like Jesus, but what he actually looks like is 1940s Nazi propaganda. But the person in the New Testament Dan Søren most looks like is Judas Iscariot. Or at least he will when he finally hangs himself. Now most would say Friðrik Valur is a rape victim. But I would call him a rape survivor. And if you all seen how fat the rapist was, you would agree. The fact he didn't suffocate under his fat folds is a miracle in and by itself. Friðrik Valur has been sexually assaulted so many times, you might think that he's a woman. Þórhallur segir það ekki svo lítið okkur að Ísland vill ekkert með okkur gera þótt við eigum fræga feður eða afa en alltaf að promóta Jakob Birgisson. Svona án jokes, þá vilja Jakob Birgisson fái alnæmi og degi. Þegar ég kynntist Mekkin, þá tölum við bara saman á íslensku. Núna þykist hún ekki kunna það tungumálið og við erum bara alltaf meðvirkt að gera eitthvað í því. Mekkin's father died, and it did not stop her from making jokes, although we wish it did. Tony's favorite author is J.K. Rowling, but the only thing he's ever read by her are her tweets. Þórhallur is like a less funny, more perverted Jimmy Savile. I work at a daycare center, and that's why you see me lurking the playgrounds. Þórhallur, what is your excuse? Every photo of Elva reminds me of Nick Nolte's 2003 mugshot photo. Þórhallur did a TV show called Báðir þrír with Helgi Steinar and Eggert. A more accurate name would be Date Rapists. Þórhallur bjó til lag sem heitir Allir fá klamydíu, en það þema fyrir fólk sem lýgur á sjálfum sér. Ég hef aldrei hitt neitt jafn stoltan á kynnsjúkdómunum sínum. Maður getur sagt að þú ert að gera þetta til þess að eyða neikvæðum stigma. En ég held frekar að þetta sem gerist þú vilt bara tala sjálfa þig en hefur ekkert jákvætt að segja. Ef ég væri Þórhallur, væri ég líka með kvíða og sjálfshatur. You know, I consider myself quite the trans ally, but then I found out Lovísa was born a woman. Mekkin, you look like a valley girl, you talk like a valley girl, but once you get to know you, there's a term that suits you so much better. Drunk whore. People say Þórhallur is living in his father's shadow, but that's not true. For that to be true, you'd have to actually accomplish something that's been overlooked. Þórhallur is just like his dad, just minus the charisma and career. Þórhallur won the competition for the funniest man in Iceland in 2007, just comes to show how much comedy has evolved. Þórhallur, þú verður að hætta að klippa þig svona stutt og lítur út eins og Hitlerjúð með vasshöfuð.
En ég veit að þú vilt ekki hafa það langt því þá ertu með svona hjálmahár og lítur út eins og Justin Bieber með Down syndrom. Já. Þetta víst allir brandarinn sem ég sagði. En maður á að segja eitthvað fallegt og ég búinn að þekkja Þórhall í 16 ár. Ég búinn að þekkja því, held ég, lengur en alla aðra. Elsti vinur minn. Eitt af því fyrsta sem við gerðum saman var sitcom þáttur með 2 einstaklingum sem ég myndi segja voru finnustu menn sem hafa einhvern tímann verið uppi. Og þeir hétu Sigurður Ingi og Haukur Þorsteinsson. Og þeir voru þannig að þeir létu mann alltaf vilja gera meira. Bæði offstage og onstage, þá voru þeir svona ýttu manni að gera meira. Og þeir eru hvorugir með okkur lengur í dag. Og maður fer mikið að hugsa hversu heppinn maður fyrir það sem maður hefur. Og ég hef aldrei sagt það við þig. En ég þakka Guði hverjum einsta degi að við erum ennþá vinir, að þú ert ennþá í uppistandssinnunni, að ég fæ þann heiður og forréttindi að þekkja þig, að sjá ferilinn blómstra, að sjá þig leika í bíómyndum, fá aðalhlutverk, að vera með þér í podcastum, fá þér í útvarpsviðtal. I consider myself lucky to know these people. I consider myself blessed to call this man my friend. Það draumur hvers grínista að koma upp á svið eftir minningagrein. Manstu átt vini sem drápu sig? Og nú áfram með grínið. Vinur hans sem draf sig, hann heitir Sigurður, ég heita líka Sigurður. Þegar vorum fyrst að kynnast, þá stundum kallaði mig Siggi óvart. En fyrst var það alltaf Siggi, sorry, þú ert ekki Siggi. Það er vinur minn sem draf sig. Og ég heiti líka Siggi, þú hefði getað bara play it off og ekki minnst á vininn þinn, skilur. Já, ég er það. Næsti grínist upp á svið Icon í íslensku uppástandi, Legend Goðsögn. Og það er ekki eitthvað viðmið eða afeng, hún er það bara, hún er búin að vera bara ógeðslega lengi og alltaf ógeðslega góð. Og þegar ég var að reyna að semja kynningu fyrir hana, þá myndi ég eftir vin mínu sem draf sig og Nei, þegar ég var að semja kynningu fyrir hana, þá var ég eitthvað, ok, mér langar að kynna hana inn, en mér langar ekki eitthvað svona hekki, eitthvað Tourette hennar. Þannig mér datt ekki í hug. En mér datt í hug sögu sem tengir sinni, sem er mjög stutt. Og hún er svo að einhvern tíma fyrir einhverjum 5-6 árum eða eitthvað, þá kemur Þórhallur heim, við byggum saman, og hann eitthvað, hann hafði farið á einhverju sýningu með Elfu, og hann eitthvað, ég spurði hvernig gekk, og hann eitthvað rosa vel, og eitthvað, hvað gerðu eftir á, og hann eitthvað, fórum heim til hennar. Og ég eitthvað, ok, og gerðu hvað? Bara svona, smá af þessu, smá af hinu, eitthvað. Ég eitthvað sáðu þau saman, hann eitthvað, já, sáðu þau. Svo köttu svona 5 árum setna, fyrir svona hálfu ári síðan, þá var ég að horfa á viðtal við þau bæði á Hringbraut, sem er sjónvarpsstöð. Og þar eru þau 2, og ég sendi honum message og er eitthvað einn að en ég myndi rétt, hvort sást þú og Elva saman einu sinni eða oftar? Og hann skoði tilbaka, já, herðu, ég spurði hana, ég var á fullu til þess að ná hann upp, þannig við höfum aldrei sofið saman. Gefið gott klapp, Elva! And boy, did I dodge a bullet. Ekki ennþá komin með klamydíu. Tourette, við nennum ekki að tala um það, ok? Það er bara hérna, við nennum ekki að tala um það. En ég man eitt orð sem var mikið notað þetta kvöld Þórhallur, og það var orðið búðingur. Þannig að það er alltaf skemmtilega þegar fólk æpir á mann. Erum við búin að sofa saman eða ekki?
Maður veit að maður er ekki mjög eftirminnilegu dráttur þegar fólk þarf að spyrja mann að því. Talandi eitthvað sem er ekki eftirminnilegt, Mackin, you're so unremarkable, I just don't have any jokes about you. Sorry. Friðrik, oh. Úff. Við Friðrik vorum saman. Við vitum ekki hvernig það gerðist. Við vorum bæði í geðrofi held ég. Og þetta er eiginlega meira róst á sjálf á mig. Sem er róstið á Friðrik. Ég ætla ekki að útskýra þetta neitt nánar. Hér er eitt rós sem er bæði Lovísu og Friðrik. Lovísa vildi sofa hjá Friðrik. Honum fannst hún meira virði. Já, Friðrik kom með örorkuskírteininu mínu. Það sem var þröngað upp á mig. Eins og öllum launaskerðingunum mínum. Og Friðrik er reynda mjög klár, hann bara felur það rosalega vel. Eitt af fallegasta sem að Friðrik sagði við mig þegar vorum saman var Elva, þú minnir mig svolítið á Quasimodo. Og ég sagði, ha? Og hann sagði, ekki vera fúl, ég er að segja sér með fallega sál. Og svo er fólk bara, akkur ertu öryrki? Bjarni Gautur, ég er kannski ekki hot, en ég er samt meira hot en allir á þessu sviði. Big clit energy over here. Ég segi það oft til strákana í uppistandinu, ég er með stærri snýp en tippin á ykkur öll til samans. Og með við tippamyndirnar segir hafa sagt mér þá veit ég að það er satt. Dan is here. Yeah, he has Tourette's. But all the Tourette's jokes have been said. And there's nothing mean I can tell Dan here that I haven't said to his face before. And still he just follows me around. I've been trying to get rid of that boy for so long and... Having Tourette's myself, I could push him down a cliff and just say, oops. And he can do his sound ticks the way down, like... So that would be fun. Þórhallur. Þórhallur. Ég kynntist Þórhalli fyrst þegar ég tók þátt í Fyndnasti maður Íslands árið 2012. Hann var í dómnefnd og ég man að ég var rosalega intimidated á honum og ég man ég var svona lítil í mér að hugsa mér langar svo að kynnast honum, hann er örugglega fínn strákur. Seinna kynntist ég honum
Og þá hugsaði ég, ég vildi að aldrei kynst hann. Nei, en ég var í öðru sæti í þessari keppni. Það voru klárlega mistök af því Gunnar Hrafn sem vann, ekki hann hérna. Og mikið kókaín gerir þetta. Þannig að þetta voru fyrstu mistökin hans Þórhalls, hvað var það mig. Það hafa verið fleiri. Þórhall verið fyrsti maðurinn sem ég neitaði að fara í sleik við af því ég var í sambandi. Ég veit ekki alveg, hvaða róst það en og ég var með þessi sambandi með glæpamanni og fíkli og bara nei, ég var búin að lofa að halda ekki framhjá. Og svo náttúrulega, ég ætla að segja einn brandara hérna á ensku í sambandi við Þórhall. Þórhalls baby is so fat. How fat is it? Thank you. That's all I have, it's just really fat. So, thank you so much. Áður en ég kynni inn loka róster kvöldsins, þá langar mig að spyrja eina spurningu. Kona Þórhalls, hvernig hefur það? Hvernig líður þér? Heldurðu að þú getur einhvern tímann aftur orðið blaut við sig? Hún hristi bara á hausinn. Nei, ertu ekki stolt af honum? Já, ég veit að sumir segja að það sé langt á milli hans og pappans. Þetta er fyrsti Latablandar sem ég segi í kvöld, annars skilur ég marg. En það er svolítið ekki það mikill munur. Pappinn, hann gerði sold out show í Borgarleikhúsinu sem er hlatti 60. Þú gerir sýningar sem heitir Þórhallur Sexymanns. Áður en við ljúkum kvöldinu og gefum Þórhalli mækinn, þá langar mér bara til að segja nokkur stutt falleg orðumann, engin brandar eða neitt. Og það er það að ég hef þekkt Þórhall í 11 ár? Eitthvað svoleiðis. Og ég kynnti svona aðalega vegna þess að ég var að gera litla low budget mynd og mér vantaði uppistandara og ég hugsaði hvað er the next best thing og hafði samband við Þórhall og hann mætti og ég man að ég var mjög svona stress að ég kynnti svona allra fyrst af því hann var dómari í Fyndnasti maður Íslands 2012 sem ég tók þátt í. Þetta er 4. skipti, við skulum ekki tala um það. En hérna... Annars ætti hérna! Ég ætla að segja að hún sagði dómar, men hún gerði það ekki, hann náði hún ekki upp. Og ég man að hann mætir klukkan, þú veist, eitthvað, morgun eða eitthvað. Hann er fyrstur til þess að mæta, ég, hann og svo tökum við hann eitthvað. Og við sitjum og það pínur svona vandræðileg stemning og svo erum við að tala um eitthvað svona tölvuteng og ég segi fucking ógeðslegan brandara sem ég er ekki að fara að segja hann við erum að tala um ógeðslegt. Og hann hugsaði þess að heyrir hann og ég hugsaði með að ég er búinn að segja hann ég er eitthvað fuck, hann ætlar að standa upp og labba út en hann gerir það ekki, heldur hlær hann og ég hugsaði að þetta er góður gaur. Og það aftur hann og bad, sorry, ég get ekki. En já, ég hélt, þetta er mjög skrítið, ég hélt að ég myndi koma á svið og ég eitthvað hei, þú veist, ég þarf að segja eitthvað fallið en Þórhall fer bara upp og segir það sem er í hjartanu. Það er ekki að ganga. Þannig að, nei, ég er hérna, þú ert, af öllum mínum vinum, þá ert þú sá elsti. Ekki aðeins ég aldrei heldur líka í tíma og mér þykir óendilega væntu þig. Ég er óendilega þakkláttur fyrir að fá að hafa verið með í þessu kvöldi þótt að ég hef ekki verið sá fyrsti sem spurði. Eða annar, eða þriðji, eða fjórði, eða fymti. En ég er samt þakkláttur. Þannig að takk fyrir mig og gefið gott klapp Þórhallur! Takk fyrir þið! Ég var að koma í
ég kalla þetta vini sína? Ég gera það ekki. Þetta ekki vinir mínir. Hver vill vera vinur þessa fólks? Ekki ég. Ég vil byrja á að þakka Tóna kærlega fyrir að vera hóstinn í kvöld, gefa honum kokla. Yes. Ég og Tóni bjuggum saman og þetta í fyrsta skipti sem ég sé hann ekki í náttfötum. Hann hefur aldrei verið vakandi fyrir miðnætti áður á ævi sinni, þannig að ég vil bara þakka hann fyrir að leggja þetta á sig, að vakna fyrir miðnætti og koma hingað. Takk kærlega fyrir. Tóni eins og hann lýsir sjálfur sér, hann guðsgjöf til kvenna. Að eigin sögn. Hann segir sig vera með töfrafingur, hann getur fengið alla konur til að fá það. Hann segir, með þessa fingur þarf engin kona glingur. Þetta það sem hann segir. Þetta viðbjóður, en þetta það sem hann segir. Þetta bara það sem hann. Hvað fór hérna? Ég skiptir ekki máli. Ég skrifaði niður okkar brandara. En hann Tóni, sko, hann kallar tippa á sig Fat Tony. Og ég trúi að þetta sé mjög bara lýsandi fyrir tippa hans. Ég sé fyrir með tippa hans örugglega með bumbu og skalla og með gullkeðju og kallar þetta hei, ég býti bíómyndir. Viltu koma í áheyrnarpröfu? Síðan það heyrist aldrei neitt frá þessu stelpum aftur. Tóni býr til bíómyndir. Hafið ykkur séð bíómynd eftir Tóna? Nei. Þið kannski hafa séð það, bara vissu ekki að hann gerði þannig. Hann hefur gert fullt af bíómyndum. Þessar bíómyndir eru virkilega merkilegar bíómyndir, djúpar. Það hafa breytt samfélaginu. Djók. Hérna típist handrit eftir Tóna. 19 ára stelpa, labbar á klósett með vinkonu sinni. Hún segir, Fríður, það heitir það. Það aldrei eitthvað íslenskt nafn sem já, Rut, Birta. Ég elska fróa gaurum, það kemur bara brund út allt. Já, en það svo skemmtilegt, það að sleikja raskat á kallmönnum. Nú skulum við pissa í 20 mínútur og hafa það í close-up. Ef það sé bíómyndar eftir hann Tóna þá veit ég hvað ég að tala Já, það, já. Varst þú sem sást hann? Ágætt, takk. Ég leik einnig minn sem heit mentor, takk fyrir að koma á hana. Lovísa, hún hérna. Já, gefum mig góða hug, Lovísa hérna. Hvar annars þar ætti hún að vera? Hún skilin og flestir í fjölskyldunum eru dauðir. Eða þú veist það sem hún heldur, mamma og pappa eru reynda ennþá lifandi. Þau búa í Hnífsdal, þau bara vilja ekki þekkja þig. Lovísa elskar hryllingsmyndir og þá er ekki bara að tala um æskumyndir af henni. Hún elskar svona alvöru hryllingsmynd. The Ring, elskar The Ring? Já. Hún lítur svolítið út eins og stelpar hefði átt að líta út eftir að búin að liggja í vatni, dauð í mörg ár. Hún er svona raunveruleg ringstelpa. Oft þegar ég er að leita af innstungu fyrir hleðslutæki, þá held ég oft því að ég sé búin að finna það, þá er þetta bara andlitað á henni. Lovísu. Svona eins og eins? Ok, já. Ef Björgvin Halldórsson myndi fara í kynskiptaaðgerð basically. Frikki er hérna, gefum honum góð klapp. Frikki er frábær. Frikki er geðveikur, þú ert geðveikur. Það er búið að handtaka þig og allt fyrir það, skilur. Og ert snar geðveikur og hann hefur farið í geðrof, hann fór í geðrof fyrir nokkrum árum síðan og það er allt til inn á Instagram story, bara hver einasta sekúnda. Hann trúði því að Donald Trump hefði keypt fyrir hann flugmiða til Bandaríkjanna að þannig að hann var að fara að meika sem uppistandari í Bandaríkjunum. Hann keyrði til Keflavíkurflugvallar og hann var handtekinn þar sem hann reyndi að fara um borð í flugvél, ekki með neitt miða. Og ég setti story, Guðni forseti, getur hjálpað mér? Og Guðni forseti sagði, nei takk. Ég veit ekki hvað hann svaraði samt einhvern veginn. En hann er búinn að vera með allar þessar rangkomundir, en mesta rangkomundi sem Frikki nokkuð hefur verið með er það að hann heldur hann
mun einhvern tíma vera með feril sem uppistandari. Því miður, já, bara, sorry, skilur. Þetta er svo vont. Megan? Yeah, that's your name, okay, yeah. Why are you here? We're not friends. We're not. She just bullied herself on the stage like she does for every lineup. She's bigger than us. We're afraid of her, so of course we say yes. Mackin has fucked all the comedians. Yeah! And the bartenders. And all the guests. And her relatives. And strangers. And just name it. She's fucked them. Like she was just done with Iceland because you run out of people to fuck. So she went to England. And they didn't like that biscuit. They did not like that biscuit. So she came back. And now basically the only action she gets is, well, Lovísa licking her cheesy cunt. She needs some validations, but you're not gonna find it there. There is more cheese in the pantry, or cheese in the panties. I don't know what. The only thing that has changed is you gain a little weight because it's a lot of cheese. It's a really lot of cheese. You can smell it, you know. Just stop licking her pussy. I'm saying you could get some diabetes. Stop licking that funky fun hole. Funky fun hole. That's a new. You can put that on a t-shirt. Funky fun hole. Bjarni, give her a good clap. Lítur út, þú klæðir þig svo setur rútubílstjóri í Suður-Kóreu. Og börnin sjást aldrei aftur. Norður-Kóreu fyrir ekki, já. Takk Bjarni fyrir að koma hingað í staðinn fyrir að, þú veist, fara í sturtu eða eitthvað. Bjarni er svo ljótur að þegar hann fæddist þá var tekin grímuskylda. Bara fyrir hann. Bjarni mesti lúði síðan okkur til að kynsta aðeins minni, hann gerði heimildamynd Vanilla Ice eins og við varum búin að tala um. Þetta er í alvöru, hann gerði heimildamynd Vanilla Ice, hann kynntist Vanilla Ice. Er hann vinur Vanilla Ice ennþá í dag? Nei. Hann er vinur mömmans. Hann er vinur mömmans Vanilla Ice á Facebook. Og hún svarar honum ekki eins og það. Bjarni er tröll. Ok? Það er ekki að tala um internet tröll, ég bara að segja og lítur út eins og grýla í andlitinu. Bjarni er samsæriskenningamaður. Hann trúir alls konar samskynni og hann oft lent í vesinn út af þessu. Eitt samsæri sem hann trúir mest er að hann sé fyndinn. Þú veitir ekki hvernig það er samsæri, ég bara langaði að segja þú ert ekki fyndinn. Við verðum bara taka það sérstaklega fram, skilurðu. Elva er hérna frábær, Elva, við erum búin að ná þessu. Þú ert öryrki. Hætt að monta þig. Við viljum öll liggja upp í sófa allan daginn friðinu og fá laun fyrir það. Hættu að monta þig. Jesus. Veistu það, Elva er svo einhleip að líkaminn hennar þróa með sér Tourette. Að því hvern skil sem hún ætlar að þróa sig þá kemur alltaf keipur. Höndin vill ekki svona snert þetta. Elva er með Tourette, þunglindi, kvíða, gigt, getuleysi, naflakusk og nefrensli. En versta sem amar að henni er hún með kona. Ó, þetta er djók, maður. Miðaldra kona. Það er hræðilegt. Ó, hryllingsmynd. Já. Ég er bara að segja að Elva, hún er svo þurr að niðan, að ef ykkur myndir í henni þá myndi að fá brunasár. Þannig ég er bara að segja sem betur fyrir náður ég ekki upp. Það er bara þannig. En það sem er gott við henni er, ok, hún er kannski þurr, en hún er svo krumpuð að þú myndir sofa í henni, þá var þetta eins og hún væri svona riffluð fyrir þín ánægju. Dan, let's give it up for Dan! Dan is bisexual. He's bisexual, yeah. But
I don't think he's ever gonna fuck a man. He's not gonna fuck a man ever. I mean, first off, the smell. And you're just too skinny. You ain't got no booty, man. There's no junk in the trunk. It would be like fucking 2 coconuts. And I've tried. I'm just saying, if he were a brunch, he would be bottomless. Oh, that was a terrible joke. I'm sorry. And it's kind of funny, actually. Dan is bisexual, but he's the only person on this stage that hasn't sucked my dick. And I'm just talking about today. You know, that's why they got the gig. You know. But let's get back to the lack of hygiene. So, what? The sworn little Dan? Yeah. He fucking goes to LA, pulls his dick out to everyone. He's like, you want to see the sworn little Thor? Every single car we got into. That's true. And people didn't want to see it. Yeah, I don't know why. Okay, I used to live with Dan as well. So I lived with Tony, I lived with Dan. Dan didn't take a shower once in these 4 years that we lived together. Okay, that's maybe exaggeration. He took a shower maybe once a year. And it was like a ritual to him. He called it bath mitzvah. Get it? Because he has a big nose. It's kind of Jewy. But that's not the only thing that's big. Ooh, yeah. His delusion is massive. It's massive. He's always like, he always has a plan. He's like, let's fucking rent Harpa and have 16 sold out shows and we'll all be millionaires. But in reality, he has a show here in Gaukurinn for 2,500 kroner and people are like, that's too expensive. It's too expensive. That's just something that actually happened. But it wasn't my time to be mean. I just wanted these guys to be mean to me because I hate myself and I get off of people being mean to me. Bara takk kærlega allir fyrir að koma, þið öll hérna. Ég að vera fertur í næsta mánuði, ekki næsta ári. Þannig ég á 1 mánuð eftir óliðan. Svo þetta bara búið. Þú vonandi sérðu barnið okkar, það bara 8 mánuða gamalt. Það allir að segja, barnið þið er svo líkt þér og svo allir að segja, barnið svo, hann svo sætur, hann svo sætur. Ég svona, það að basically að segja ég sem sætur, svo fattaði ég þetta andlit passa kannski bara við unga barn. Það er svona, þú ert sætur með út 8 mánuða, þú ert fertur, þetta eftir þig, skilur. En mér langar bara að þakka öllum þeim sem hafa komið inn í kvöld. Tony, komdu hérna, knúsaðu mig. Við erum búin að vera vinir í mörg ár og þessi strákur, hann er búin að gera margar frábæra bíómyndir, horfið á Snjór og Salóme með Webcam, Mentor, ég er í henni, sorry. En málið er að þegar hann var að gera Mentor, þá vildi hann hafa mig í aðalhlutverki og allir þeir sem voru háttsettir, þeir voru að fáum einhvern frægan og hann eitthvað, nei. Þetta átti ekki að vera fyndið, en ok. Hann trúði á mig og vildi að ég myndi leika og sama hvað pressan var, þeir voru eitthvað svona, þeir viljum ekki basically Þóras, hann er ekki nógu frægur og hann er bara loser. Hann sagði, ég trú á hann og ég vil hafa hann og hann actually réði mig í aðalhlutverki í bíómyndi og ég vil bara þakka honum kærlega fyrir, gefa honum gott klapp. Ég meina, hann tapaði á því, það vildi ekki sjá myndina, en skilur það, en mér þykir vænt það allavega. Bjarni, búin að vera vinir í mörg ár, þú ert frábær strákur, þú ert yndislegur, þú ert mjög góður að rappa, þótt þú sett hvítur. Og sérstaklega Turtles-lagið, það er ágætt hjá það, skilur. Elva, mér þykir óendanlega vænt, þú ert búin að vera vinir í mörg ár, þú ert yndisleg, þú ert ágætt þótt ég hef ekki náð honum upp, þá bara þú veist það er meira mér að kenna en þér, skilur. Já, nákvæmlega. Ég skal ná honum upp, nei, byrju, sorry. Dan, I love you, man. We've lived together for many years. We've done shows all around the fucking world. My voice have Tourette's is fucking amazing. Give it up for Dan, give it up for Elva. Megan, you are fucking fantastic. You are she's been doing roast
fucking England, they're killing it. You're funny as fuck, you're awesome. Lovísa, þú ert frábær, þú er ekki mikið sjálfsálit. Þú ert svona eins og tænkisútgáfa mér. Trúðu á sjálfa þig, þú ert ógeðslega fyndin, þú ert frábær, þú ert framtíðina fyrir. Gefðu upp fyrir Lovísu. Frikki, þú ert geðveikur. Uppistandari, komðu geðveikur. Hann er frábær, gerist ekki meira duglegra. Þið eru öll frábær, ég elska þig Kristín, takk fyrir að hlusta á þetta. Þetta er bara örugglega hræðilegt að hlusta á þetta, að vera kona mín. Og þú ert búinn að fá þér aðeins mikið kókaín, sestu niður. Það er bara 50 allir plötusnúður. Er séð og heyrt inn að taka mynd á honum? Já, Lúkas var gefið kókaín. Lúkas? Hver er Lúkas? Bakka eina myndag saman. Þú ert ekkert partur af þessu! Farðu bara að plötu snúast á sportbarnum í Smáralind eða eitthvað, ég veit það ekki. Herri, þetta er búin að vera frábært. Ég er ógeðslega þakkláttur fyrir alla sem er komið inn á og þeir sem eru á sviðinu. Takk kærlega fyrir mig, nú skulum við hrynja og hafa gaman! Takk fyrir! Minna!